þegar vera að tala það að konur sé að eyða sínum mikilvægustu frjósemis árum í skyndikinni, þegar vera að tala það að lækkun barneignatíðni með rekja til þess að konur sé að afneita sínu kveneðli. Ég fæ bara svona alveg raunverulega bara svona gæsahús, þú veist svona bara óþæginda tilfinningu. Eins og tala úr mínu munni. Sko, ég bara Tóti, ég var að fara að koma þér sko. Því að ég hef hlustað á þig sitja undir þessu orðræðu, kinkandi kolli og ég hef bara hugsað, mun Tóti fá að finna fyrir. Nei, konan hans lítur að taka á hana þegar hún heyrir þetta sko. Þetta lítur að vera bara 3 vikur heima sko. Bara situr þú þarna undir þessu ótrúlega furðutali og bara nákvæmlega konurnar aftur heim. Já, ég bara les ekki í það þannig. Ég er enda náttúrulega sko, þegar ég er með viðmælendur þá er ég alltaf vel að kinka til kolli það ég er að pæla í það sem ég er að segja. Þú varst ekki með hæðnisgleraugun kinkandi kolli þannig Tóti og bara shame. Já, það má alveg shame. Mér líður svolítið þannig og nú er ég bara aftur. Ég er ung hægri íhaldskona. Mér líður svolítið þannig að því að í þessum málflutningi hefur líka verið talað rauðsokkurnar og þeirra aðförað kvenlægum gildum og konunni og ég tengi alveg aðeins við þennan málflutning sko. Ég man alveg eftir því að hafa örugglega skrifað að minnsta kosti hrist höfuð yfir og naggað mjög mikið yfir því að Halla Gunnarsdóttir var að reyna að banna mér að vera gestreng. Það væri svona reiðar vinstri konur einhvern veginn í því. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.